Þetta var að haustlægi. Það var að aka í Skagafirði. Tók stefnuna á Öxnadalsheiði. Upp brattar brekkur. Fegurð himinsins þetta kvöld var svo stórbrotin að ég lagði bílnum, fór út og fekk mér ferskt loft og horfði ýmist í átt til Skagafjarðar eða niður Öxnadal og naut þessara stundar. Lít í kringum mig og sé að úr háu fjalli sem gnæfir yfir lækjarspræna sem fyssast niður fjallið og eiginlega bara beint á bílinn. Og ég fer að skoða þetta nánar, hvort ég sé nú kannski að leggja bílnum á hættulegum stað og sé þá að þessi lækur fer að renna í rólegheitum niður í Öxnadal, svona í suð eitthvað, austur, eða hvað það nú er. En mér fannst hann hafa minnkað eitthvað við þessa beygju, svo ég geng aftur fyrir bílinn og sé þá að lækurinn, eða hluti af þessum læk, rennur í hina áttina, í áttina Skagafirði, í segja vestur. Ég var nú svolítið hugsi yfir þessu. En held svo för minni áfram. Stefnan tekin á Akureyri, niður Öxnadal. En finn nú að hugsa þetta fyrirbæri. Og þá kemur náttúrulega Newton strax upp í hugan. Svo fórum við að ráma í eitthvað sem sagt hafi verið í 12 ára bekk í Breiðagerðsskóla. Ég hafði sérstaklega ánægju af landafræði og lagði á mig að læra alla dali, fjöll og ár og kaupstað og kauptún hringinn í kringum landið. Það var metnaðarmál að kunna það. Svo allt í einu kviknar á perunni. Það bil sem ég að komin niður í dalverpið, þar sem háir hólar, hálfan dalum fylla og átta mig á því að þarna hafi ég loksins orðið vitni
að svokölluðum vatnaskýlum. Ég vissi hvað þau voru, en ég hafði aldrei þreifað á þeim. Þurfti að verða 50 til þess að skilja það. Ég er nú staddur í þessari sögu sem ég tala inn á segulband með lokuðu augun í morgunsárið, svo ég heyri betur hugsanir mínar. Ég er að tala þetta inn fyrir börnin mín, með kveðju til nonna mín sem hefur hjálpað mér að setja þessi orð inn á netið. Og börn mín, þau vita hvað vatnaskil eru og tímamót og áfangar og hvað þetta nú allt heitir. Sum tímamót eru augljós, svo sem eins og afmæli, fæðingar, áramót og svo framvegis. Önnur eru hulin, eru eiginlega bara ráðgáta sem maður áttar sig ekki á fyrr en seint á síðir. Hafandi sagt þetta, sný ég mig nú að þessari upprifjun á barnæsku minni og við erum stödd í London, ennþá allavega, og þá gerist það að móðir mín býður mér að koma með sér í Royal Covent Garden óperuna á sýningu á Madame Butterfly eða Madama Butterfly eftir Puccini. Það verk þekkti ég því að mamma hafði verið að æfa bæði Verdi og Puccini aríur hjá Ótu Slobodskaju og það þótti mér alveg einstaklega falleg og dramatísk og dásamlega verk. Lög, eins og ég kallaði það þá. Og ég kunni Butterfly, helstu aríurnar, en hafði aldrei upplifað formið sem slíkt, óperuformið, í heild sinni, með búningum og marglitum ljósum, leiktjöldum í þrívídd og svo var þarna stór hljómsveit í gryfjunni. En við mamma sátum upp á hanabjálka, svo að sá yfir hljómsveitina, nánast alveg aftur í pákuleikar ef ég man rétt. Og stjórnandi þessara sýningar var Sir Brian Balkwill,
Ég starfaði við Royal Covent Garden sem stjórnandi. Já, ég þori ekki að fullyrða það. 2 áratugi giskaði ég á. En svo vill til að Brian Bockwell var kennari minn í Bloomington og leiddi mig til doktorsprófs í óperustjórn. Og eftir að ég hef verið rúmlega 30 þegar ég hóf nám hjá honum. Þá var að geta í leiðinni hinna kennara minna sem ég á svo mikið að þakka. Margaret Tillis sem stjórnaði Chicago Symphony Chorus. Þau þykir nú bara með bestu kórum í heimi, eða sinfonískum kórum skulum við segja. Og Thomas Baldner frá Þýskalandi. Þar fyrir utan kenndi Leonard Bernstein mér sumarlangt og verið miklu mátar. En það var fleira að gerast í lífi þessa pottorms. Leið og mamma kom heim, þá fór Dr. Robert Abraham Ottoson að verða fastu gestur hér á heimilinu. Hann var líka kennari minn í 4 ár og vinur. Hann dó aðeins 3 árum eftir, eða 1 ári eftir að ég fór til náms í Bandaríkjunum. Það var mikill missir fyrir litla þjóð norður á Hjara. Nú svo fór móðir mín að fara með mig á sinfoníutónleika mjög snemma. Og þar sá ég hljómsveitarstjóra á borð við Botan Woditsko og fleiri. Sá og heyrði. Síðar fór ég bara að fara einn. Satt á í myrkrinu í Háskólabíói og fylgdist með öllu sem þar fór fram. Ég segi þetta allt vegna þess að ég fékk flug í höfuðið í Royal Covent Garden Opera House. Að mér langaði til að gera þetta sem maðurinn í gryfjunni væri að gera. Að stjórna með priki, aríum og forleikjum og öllu mögulegu. Og þessi hugmynd gerjaðist hægt og rólega í námi og starfi á næstu bara 2-3 árum. Þannig að einn góðan viðudag þegar ég er 12 eða 13 ára segi ég við mömmu í algjörum trúnaði:
ég sé búin að ákveða hvað ég ætla að vera þegar ég er orðinn stór. Og hvað er það, Gummi minn? Ég ætla að vera hljómsveitarstjóri, sama hvað það kostar. Ég hlæ nú að þessu núna, en þó ekki. Þetta var eins og mér algjörlega áskapað. Það er að segja löngunin til að stjórna hljómsveit og lifa og hræðrast í hljómsveitar tónlist og óperutónlist og kórtónlist. Oft er hann ekki fer þetta allt saman í óperunni. Svo meðvitað og ómeðvitað fór ég að stefna á þetta óskaplega fjarlæga takmark. Ég fór að viða með bókum á ensku náttúrulega, ég var hann fluglæs á ensku. Það voru ekki til neinar bækur þetta fag eða þessa kunst á íslensku. Þess vegna var ég eins og grár köttur í bókabúðum á Íslandi sem seldu erlendabækur. Ég pantaði bækur eins og bókasafn mitt ber með sér. Og svo má ekki gleyma því að einhvern veginn, ég man ekki hvar eða hvenar, hvort það var í London, ég held nú síður, frekar hérna heima eftir ég kom heim og þá í svokölluðu Kana-sjónvarpi, sá ég upptökur frá Young People's Concerts, New York Philharmonic, þar sem Bernstein talaði til barnana, barna á öllum aldri, og lék á píanó og stjórnaði svo hljómsveitinni til að leggja áherslu á eitthvað tiltekið atriði sem hann vildi vekja athygli tónlistargesta á, og ég límdist við sjónvarpið. Ég beinlínis límdist við sjónvarpið og ég held að ég megi segja að Young People's Concerts hafi líka verið sýndir í íslenska sjónvarpinu fljótlega eftir að það hóf starfsemi. Þetta rennur allt saman í huga mér, nema þessi ákvörðun mín, hún stóð, hún styrktist, og þess vegna kom það mér þægilega óvart þegar venslafólk mitt og frændfólk færði mér mikinn doðrant í fermingargjöf. Prófessor og frú hans. Og þessi bók hét The Oxford Companion to Music. Hún var afhent mér með þeim orðum að þetta væri til hljómsveitarstjórans. Og mér brá náttúrulega við það. Því ég hafi ekki sagt neinum þetta ógnar leyndamál mitt og þennan draum.
nema móður minni. Hún hafði sennilega hvíslað þessu að frændfólki mínu. Hvað það? Það styrkti mig nú bara enn meira í mínum draumi og minni trú að þetta gæti orðað veruleika einn góðan veðurdag. Svo bætist hitt við að eins og áður að geti þá fór Róbert Abraham að venja komu sína hingað og spila með mömmu. Og það var alltaf sömu lögin, alltaf sömu aríurnar. Og ég segi, mamma, af hverju eru þið Róbert alltaf að spila sömu lögin og syngja sömu lögin? Eða aríur, skulum við segja að barnið hafi sagt. Það sagði hann, já, hann búinn að bjóða mér að syngja allt hlutverkið í, eða mezzosopran hlutverkið allir heldur, í Messiasi, með Sinfóníuljómsveit Íslands, og við erum að æfa þær aríur. Og ekki nóg með það, heldur fóldóttir Róbert móður minn að syngja eina eða tvær sópranar í þokkabóta því hún hafði svo hátt og dramatískt radsvið. En auðvitað var þessi flutningur barnsins tíma eins og öll tónlist alltaf, nema sumt eldist betur en annað. En svo ég snúi mér aftur á Madame Butterfly. Ég var ekki fyrir komin heim eftir þessa sýningu. Þessa áhrifamiklu sýningu sem enda nú bara á harakiri. Hvorki meira né minna. Þá sagði mamma, minn, beygðu þig hérna niður undir, sest á gólfið. Sest á gólfið, mátti ekki sjá þetta. Svo náttúrulega heyrði maður heyrði þögnin í salnum á hápunkti óperunar. Menn verða alltaf agndofa þegar kemur að þessu lokaatriði. Svo sannarlega. Já, eins og segi, ég ekki fyrirbúin að sjá þetta og heyra og skoða Brian Boltwell ofanfrá. Að ég fer heim í Greenford, opna fataskápinn, raula einhverja aríu úr Madame Butterfly og fer að stjórna, pata út í loftið. Eins og ég væri orðin hljómsveitarstjóri. Málið að ég fór svo lengt með hennan draum minn. Ég hefði frekar dáið heldur en að segja nokkrum manni frá honum. Fyrir en ég sagði Dr. Róbert í trúnaði 15 eða 16 ára að hugur minn stæði til þess að verða hljómsveitarstjóri.
Og það var eins og manni mælt. Dr. Róbert tók mig í fóstur